Það var bara stór hópur saman og ég kannski kann ekki alveg staðarlýsingar á leiðinni en eftir einhverja kílómetra þá skildu Árni og Hafsteinn sig frá hópnum og ég hjólaði þarna með stórum hóp stráka og allt þar bara til, þetta var kannski svona frekar rólegt, kannski ekkert mikið að gerast en kannski aðeins gefið í brekkum og þannig og ég hjólaði með þeim bara alla kílómetrana þar til ég fjallaði aðeins í jörðina þegar 8 kílómetrar voru eftir og bara hjólaði aftur og hjólaði í markana. Ég misti svo sem af endarspretti við þessa stráka sem ég er búin að vera að hjóla með alla keppnina. Og hvernig slasaðir þig í það? Nei, eða þú veist, 5 spor í olnbogann, þetta er bara eitthvað sem að fylgir og brýna fyrir fólki að nota hjálm af því að ég sjálfsögðu lenti á höfðinu og rann í götunni á höfðinu þannig að bara kannski nýta tækifærið og brýna fyrir fólki að nota hjálm. Hvernig var svo ég spyrir þig, var einhver sérstök ástæða fyrir svo hæga tempó í byrjun? Var það ekki taktík eða? Nei, að sjálfsögðu sér ekki. Það er náttúrulega komið langt inn í sísoni. Sísoni er að klárast, menn eru sennilega bara orðin þreyttir og ég held að það sem að ég og Árni nýtum okkur. Við fórum frá hópnum þegar 65 km voru eftir og vorum 2 í raun og veru þangað til að koma í endarsprett. Þannig að ég sjálfsögðu get ekki alveg útskýrt af hverju tempóið sem látt í byrjun. Það er bara, menn eru bara að þreifa sig áfram. En hvernig ef þú lýsir keppninni eins og hún var fyrir þér, hvernig var þetta? Sko, ég var alltaf að keppa í gær í Íslandsmót fjallahjólum og bjóst nú við að ég yrði þreyttur í dag og ætlaði þar leiðandi bara að hafa gaman að þessu og vera slakur ekkert stress, ekki keppnisstress. Þetta er svona eina af loka keppnunum mínum í ár. En svo bara þróast þetta þannig að ég komast í burtu með Árna. Það er hentugt að komast í burtu með Árna, hann er sterkur, gott að hjóla með honum, það er kraftur í honum. En ég tel mig vera nokkuð öruggan á móti honum í endarsprett. Þannig að þetta var mjög fínt fyrir mig. Ég var svona sjálfur að velta því fyrir mér hvort að staðan væri þannig í hjólreiðunum að það væri innblínt á einhverja 2-3 menn og þeir látnum stjórna tempóinu. Eins og í byrjun það farið vel inn í keppnina og raunverulega einsinn sem að engar alvöru rykkingar. Heldur að þetta sé staðan og hvað finnst þér það eða það? Þetta er náttúrulega, ég myndi segja að þessi strákar sem eru í toppártunni yfir sumarið, það er svolítið hort á þá, eða við horfum svolítið á hvern annan og mér hefur fundist það svolítið svona síðustu ára að svolítið mikið hort á mig, kannski alveg skiljanlegt. Mitt rekord er ágætt í þessum keppnum, þannig að má alveg horfa á mig. Það var einmitt, vorum við på Lyngdalsheiði, og ég var sjálf líka í fjallahjólakeppni í gær, þannig að ég var ekki mikið að geta gert neitt annað en heldur en bara svona hangið í þessum hóp. Það var einmitt eitt sem sagði, já, þetta er nú frekar róleg keppni. Ég held að við kunnum ekkert að hjóla nema að hafa haffa í hópnum. Það er held ég alveg, þarna var einmitt einn í hópnum sem var svona, já, það er lítið að gerast þegar hann er ekki. Þannig að maður veit ekki hvernig það er. Það er einn spurning fyrir þig að lokum, María. Það eru svona jákvæð teikn, sérstaklega finnst mér í svona kvennahjólreiðum. Það eru með svona upprennandi stelpur eins og Kristín Eddu og mikið. Er þetta rétt skilið hérna? Heyrðu, já, ég ætla bara alveg að segja það. Ég er sjálf búin að vera að beita mig svolítið mikið fyrir því að vera með námskeið, bæði götuhjóla og fjallahjólanámskeið og fengið rosalega góða móttökur í því og verið með stelpunámskeið og verið að hvetja stelpur til þess að koma að hjóla, hvort sem það er fjallahjóli eða götuhjóli. Og einmitt í gær í fjallahjólakeppninni, það var gríðarlega erfið braut, bara með þeim erfiðari sem hefur verið hérna. Og það voru 6 bara byrjendur, sem voru hjá mér á námskeið í sumar, sem kom í þessa braut og hafði rosalega gaman af. Þetta er bara svona, já, það er alveg fullt af stelpum, þetta er mjög vaxandi og ég tel mig vera að hjálpa til við það með mínum námskeiðum og því sem ég er að gera með það. Og ég er rosalega ánægð með það. Þannig að ég þakka fyrir, eitthvað sem þið viljið bæta við?
Nei, raun og veru ekki. Þetta bara frábær dagur, frábær keppni, gaman að þessu. Gaman að sjá svona marga í svona 3 vegalengdum, mikið af fólki sem að pröfa til fyrsta skipti og á vonandi eftir að vera eitraði hugsun í allan vetur, þannig að mæti sprækt í apríl og maí í keppni. Takk fyrir þetta. Takk.